Uppáhaldsgreinarnar hans Darwin eru portúgalska og stærðfræði. Darwin sem 9 ára fatlaður. Eins og öll börn á hann rétt á að fara í skóla, en það var ekki alltaf í boði fyrir hann. Þegar hann sá litla bróður sem fær í skólan, grét hann alltaf. Ég gat ekki skilið hann eftir. Ég sagði, allt í lagi, þar sem hann vill læra, ætla ég að skrá hann í skóla vegna þess að skólinn er nálægt. Ég vissi að hann væri mjög klár. Eina vandamálið hann getur ekki haldið á pennanum, en þegar kemur að því að skilja kennarann, þá skilur hann allt. Kennari Darwin einnig fatlaður og erfitt með að ganga. Darwin hefur alltaf fundist gaman að læra, en hann átti erfitt með að tala, skrifa og ganga. Ég þurfti að vinna mikið með honum. Fyrst upplifði hann mismunun. Það var hópurinn nemenda sem stríddi honum alltaf, hlóað honum. Ég þurfti að fá þau til að hætta og útskýra fyrir þeim að hann sé manneskja rétt eins og þau. Ég sagði honum alltaf að sitja fremst. Þegar þau héldu kynningar, sagði honum að fara fyrst, svo hann lét ekki hugfallast. Eftir að ég hvatti hann áfram, leið honum sífellt betur í skólanum. Núna getur hann tala portúgölsku og hann á marga vini. Þegar þau spila fótbolta, spilar hann með. Hann hefur sterkan persónuleika. Hann er ólíkur litla bróður sínum sem stundum skrópar í skólanum. Hann er alltaf á réttum tíma. Í skólanum finnst Darwin gaman að leika sér og hlaupa með vinum sínum. Skóli Darwin er með rampa sem auðvelda honum að komast leiðar sinnar. UNICEF og samstarfsaðilar settu rampana upp. Hafa þessa innviði í skólanum er hvatning til að verja meiri tíma í skólanum. Það eykur einnig vitund í samfélaginu mikilvægi aðgengis. Áður en við fengum rampa í skólan, þurfti ég að halda á honum út tímum, fara með hann heim og fara svo aftur í skólan. Þetta er barnið mitt og ég get ekki sætt mig við að honum sé mismunað vegna fötlunar sinnar. Ég skapaði rými fyrir hann, þar sem hann getur verið vinur minn. Hann kallar mig ekki herra, hann kallar mig vin. Við erum enn vinir í dag.